alveg að missa strætó. Já, ég alveg að koma. Skóginum stóð komi einn, saðinn jól. Þið þekkið þetta betur en ég. Við krakkar. Ég fengið athygli hérna. Ólafur heiti ég, yfirmaður rannsóknarlögreglunnar og ég tek núna yfir rannsóknina. Herðu, já, hvað segirðu? Hvað skuldaði mikinn pening? Já, þetta er 45 kall. Ok, ertu ekki með eitthvað reikningsnúmer sem ég get bara lagt inn á þig? Þetta er svart náttúrulega, sko. Nú, var alveg samið um það? Já, þú veist, það er alltaf svoleiðis. Já. Herru, hérna getum við nokkuð klárað þetta, ég var að mættur hana. Skemmtilega heldur en að ræna bankann. Hvernig gerðist þetta eiginlega? Sérst, ræninginn hann kemur hingað inn, vopnar haglabyssu og hann er hérna ógnar starfsfólkinu og þau náttúrulega skítrætt og tæmir alla peninginn hennar, svo fer hann með þau niður í peningakemsluna, tæmir allt þar og læsir þau inni. Ok, og hérna, hvar varst þú með hann? Já, ég var sérst á jólaballinu. Ég sérst, er í skemmtunefnd, þannig ég skiplaði jólaball og... Já. En þú? Já, ég var líka þar. Ég var með dóttur mín á ballinu, sko. Hún var svo spennt að sjá jólasveinin. Ok, en varstu þú ekki að passa bankann? Nei. Já, jú, þannig. Ég brá mig bara aðeins frá til að sjá jólasveinin. Já, en þegar þú varst búin að sjá jólasveinin? Já. Nei, það var hinn. Hinn? Voru þið tveir? Voru jólasveininni tveir? Já, það var sérst, annar var að skemmta okkur og hinn var að ræna bankana með hann. Ok. Hann var mjög góður. Rosalega góður. Ég hef aldrei séð svona góðan jólasvein áður. Þess kröst, herðu, eigum við að hérna kannski að skoða salinn? Já, komdu bara hérna með mér. Það er smá spölur hérna. Andskotinn, maður. Gleðileg jól! Hvað er allir? Heyrðu, hvað? Slakur. Heyrðu, hvað er þetta? Foskar? Heyrðu, ég var fengið til að koma hérna. Heyrðu, passi búningir, hann er svo illa saumaður. Hvað er að gerast þetta? Komin til að skemmta, segir þú. Já, það er það sem ég geri. Já. Þau ert ekki að berja fólk. Nei, ég er löngu hættur alltaf svoleiðis. En veitu, akkur komstu aftur í bankann eftir að þú varst búin að ræna? Ég rændi ekki bankann.
Ég var að skemmta hérna út í bæ og svo kom ég beint hingað. Já, þetta er einnig rétt hjá hann. Hann var bókaður, hann var bara alltaf seinn. Já, en það er að því ég á tvíbókaður. Það er brjálega að gera. Hvað þá með alla þessa peninga? Þú veist, þetta eru bara peningar fyrir jólasveinabusinessin. Já, einmitt. Bankinn, hann er rændur af manni sem er dulbúinn eins og jólasveinn. Og í bílnum þínum finnast fullt af peningum og þú er klæddur eins og jólasveinn. Er það tilviljun? Nei. Jú, já, það er það. Það er tilviljun. Þú veist, það eru jól og ég er ekki eini jólasveinninn hérna á landinu. Nei, einmitt. Af því þetta er úthugsað hjá þér. Þú rænir bankann, dulbúinn eins og jólasveinn, einmitt þegar bærinn er stútfullur af jólasveinum. Hver var með þér í þessu? Ég rændi ekki bankann. Nú, hvað þá með alla þessa peninga? Já, ég fæ bara stundum borga í seðlum. Nú, svart þá, eða? Heyrðu, hérna, slaka þess á. Nei, ég hef fengið borga í seðlum. Já. Það hefur komið fyrir. Þú ert með 500.000 í seðlum. Hvar er restin af peningunum? Shit, hvað þú ert leiðilegur. Vinnur sem jólasveinn, allt borgað svart. Nei, það er ekki allt borgað svart. Ég fengi svarta krónur hérna bara hér stundum af og til. Þetta er rétt hjá honum. Hann var að skemmt út allan bæ í dag á sama tíma og ránið var framið. Það sannar ekki neitt, þú veist það alveg sjálfur. Heyrðu, félagi, er í lagi fá að fara? Þú veist, það er fullt af krökkum að býja til jólasinum og ég er hann alltaf seinn. Verður ekki að leyfa honum að fara? Já. Flott. Leyfum honum bara að fara. Gleðileg jól. Komið sæl. Bankarán var framið við Strandgötu í Hafnarfirði klukkan 1:30 í dag. Við viljum benda foreldrum á að efni með þessar frétt gæti hugsanlega spillt jólatöfrunum hjá yngstu áhorfendunum. En við skulum skipta yfir á fréttamann okkar sem er staddur við útibú Íslandsbanka við Strandgötu í Hafnarfirði. Það var hérna á slaginu 15:30 sem 2 menn, dulbúnir sem jólasveinar, ruddust inn aðaldir útibúsins. Á sama tíma var jólaball í bankanum. Annar jólasveinin fór að skemmta á ballinu á meðan hinn rændi bankan. Að sögn sérfræðinga er þetta eitt stærsta bankan. Ertu að leita að þessu, Guðrún mín? Og þarna hafi fagmenn verið að verki. Vel skipulagt og úthugsað bankarán. Við náðum tala af Laufeyju Gylfadóttur, starfsmanni bankans. Geturðu sagt okkur hvað gerðist? Nei, varla sko, við erum bara öll í hálfgerðu sjokki. Ég náttúrulega sjálf tók á móti ræningjónum og vísaði minn á jólaballið. Við vorum búin að bíða í 20 mínútur eftir jólasveinum og vorum hrædd kannski að hann myndi ekki koma. Er eitthvað í fréttum? Og þarna... Ekkert sérstakt. Kom hann, þannig að hann okkur mjög vel. Einhverjir rændu banka. Já, við alls ekki vona þessu. Starfsmaður bankans segir að dagsetningin í dag sé engin tilviljun, enda síðasti Stærsta dagur fyrir jól bankarán og sögunnar, segja þeir. af seðlum. Lögreglan verst allra frétta í... Andskotin. Við getum tekið að drekka landa kannski. Hérna, leyfum við bara að fara. Hringt í foreldrarna og koma sér liðið burtu. Ok. Halló, Ólafur. Sæll, Arnaldur hérna? Já. Sæll og blessaður. Hvað segirðu gott? Já. Ég var nú að frétta þessu bankaráni. Já, einmitt. Akkurat. Já, og hvað getur sagt mér um þetta? Það bara gengur alveg svakalega vel. Við erum bara að fara að loka þessu bara mjög bráðlega, sko. Já, ok, það er nú gott að heyra. Nú frekar vont að vera hérna út og geta ekki stjórnað þessum aðgerðum almennilega. Óli, ertu viss um að ráða við þetta? Já, auðvitað. Ég meina, við vitum að þetta er helvítiðan borgtúr. Vistu eins og? Ég er ekki viss með þetta. Herðu, Arnaldur. Óli. Arnaldur, þetta komið? Ok. Hvað eru að tala um stóra íbúð? Bara litla svona. Ég held við höfum alveg efna á 2 herbergja íbúð. Hvernig eigum við að koma
peningunum í umferð. Já, hún meinar. Ég hafði nú ekki hugsað út í það. Getum við ekki lagt þá bara inn í bankann? Það væri mátulegt þá. Jæja, komum inn. Hvernig get ég hjálpað ykkur? Já, hún ætlar að kaupa íbúð. Já, ok. Og hvernig? Var einhverja litla hérna í Hafnarfirðinum. Hvernig líst ykkur á þessa hérna? Já, þessi er flott. Ha. Hvernig með greiðslu? Með greiðslu? Hvað áttu við? Er þetta að borga þetta með seðlum? Já. Þetta er auðvitað vanir menn. Þetta eru menn 30. Getur verið aðeins eldri, kannski svona 28-40 tveggja. Út örugt með myndir að maður að skoða bankan. Á síðustu 23 vikum hafa þið komið að skoða bankan. Það er örugt. Ok. Hörru, við þurfum að redda þá hérna öllum eftirlitsmyndavélum og bankanum, helst bara allt í kringum bankan, búðir og allt þetta í kring síðustu 3 vikur. Ok. Já, bara go, núna. Ok. Þetta eru atvinnumenn. Þeir hafa gert eitthvað þessu líkt áður. Þetta eru menn í góðu líkamlegu formi, siðlausir menn, svífast einskis. Þau ekki híka við að hleypa af ef einhver hefði veitt af þérna. Djöfull er gott að fá þig, maður. Sæll. Sæll. Ertu að finna eitthvað á þessum eftirlitsmyndavélum? Já, alveg helling sko. Nú? Hvað fannstu? Ég fann Borgþór vera að skoða allar myndavélarnar í bankanum rétt áður en ránið var framið. Nei? Í alvöru? Já, þetta var í síðustu viku. Viltu ekki bara koma að sjá þetta? Já, hörðu, já, ég er bara rétt að koma. Hérna, ekki segja neinu neitt, ekki neitt, ok? Ég er komin eftir 5 mínútur, ok? Yes! Hann var alveg til í þetta. Þú veist hvernig þeir eru. Er þetta ekki allt og áhættusamt? Ég veit það ekki. Það er fullt af fólki sem treystir ekki bönkunum og er með allt sitt í seðlum. Ég veit ekki. Treyst honum ekki alveg svolítið skrítinn svona. Rakel mín. Hæ. Sæl, komdu. Hæ. Hvað er sæti? Hæ, já, mín. Jæja. Hvað segið þið? Við segjum bara allt ljómandi. Já. Hérna, þú hatt meira á sig hald en ég. Við vorum að skoða íbúð. Já, sko ykkur. Og hvað? Bara, mér leist mjög vel á hana.
Og ætlið þið þá að flytja þangað saman? Nei, bara ég. Nei, Pétur verður bara áfram að heimilinu. Ég vil benda vistmönnum á að breyting hefur orðið á 8. grein, eins og ég sagði frá því síðasta fréttabréfi. Hún hljómar núna svona. Vistmönnum er skylt að ganga friðarlega og hljóðlega séreign herbergja. What? Borgþór, þetta er lögreglan. Viltu opna hurðina? Já, inn bara. Það er ekki flókið. Ó nei, bara... Þú ert hér með handekinn. Er þið með heimildi? Er það að setja mig í handja? Komdu. Slaka á. Ertu ekki að grínast? Þú ert hér með handtekinn grunaður að eiga aðild að stórfelldu bankaráni. Þú ert ekki að tjá þig sakarefni frekar en þú vilt, en ef þú kýst að gera það, þá skaltu segja satt og rétt frá. Þú ert rétt á lögfræðingi á öllum stigum málsins og anskotin, ég er ekki með restina af þessu. Og þú ert rétt að fá skipaðan verjand? Ertu að reyna að segja það? Já, einmitt, það var það. Herru, við skulum koma. Veistu það, ég verð frjáls áður en þú kemst upp á stöðu. Já, það er flott. Þá er best að ég sé með þér í bíl. Átt þú engan að? Konu? Jú, þær voru nokkrar. En það var enginn sem hentaði mér vel svona til lengri tíma. Ég var eins og fiðrildi, ég var á ferðalöfum út allar trissur og mátti ekkert vera því að stofna einhverja fjölskyldu. Þú ert ágætur. Og er þetta ekki bara einhverjir aðrir sem voru á þessum skemmtum sem þú þykist að vera á? Það bankið á rættur. Nei. Ég var á þessu skemmtunum. Þú veist, ég get sannaði fyrir. Já, ok. Já. Þú veist, ég á bókar á allar staði. Já, bóka. Ég meina að það geta alveg hafa verið einhverjir aðrir. Starfsmenninni þínir. Starfsmenninni mínir? Nei. Nei, en hvernig ætlar að sanna að það eru allir dulbúnir? Á þessi vitleysa að vera í allan dag eða ætlar að fara að sleppa mér? Þekktir þú jólasveinana sem að rændu bankann? Hvað meinaru? Jólasveinana? Æ, kalli minn. Nú skil ég. Trúir á þá? Trúir á jólasveinana? Hvað ertu gamall? Ekki þú. Reyna að vera með stæla við mig. Ok. Nei. Ég þekkti ekki jólasveinin. Flottur. Ánægður. Sáttur. Hvað? Við þurfum að fara. Við höfum ekkert á hann. Lögfræðingur þið er alveg brjálaðir. Þið eru svo mikli fávitar. Við náðu þér. Við náðu þér. Ég lofa þér því að við komum þér á bak við lás og slá. Flott hjá ykkur. Gangiði vel. Þú mátt fara. Já, eða ekki. Hæ, pabbi. Boggi, þú trúir þessu ekki, maður. Það voru einhverjir gamlingar hérna á elliheimilinu sem að rændu Íslandsbanka. Hvað ert að rugla, pabbi minn? Það getur ekki verið.
Hlustaðu á mig, ég að segja þér að ég sverða. Ég fann afsagaða haglabyssu og jólasveinabúninga ofan í skuffu hjá þessu liði og fullum poka peningum. Já, ok. Spennandi. Ertu viss um þetta? 100.000% viss. Yes. Pabbi. Dæm. Pabbi, ertu þarna? Halló? Borgþór, treystu mér í þessu. Þau eru að labba hérna framhjá, maður sér það bara á svipnum að þeim núna, sko. Þetta allt annað fólk heldur að lítur út fyrir að vera, sko. Heyrðu, ég renni við og tjekka á þessu. Erum við ekki búnir? Já. Æ, takk fyrir það, pabbi. Ok, geggja. Já. Það er eins gott þú hafið rétt fyrir þig. Ég veit, þetta er fucked up, sko. Sko, það geta ekki verið margir svona pokar í umferð. Já, ef við finnum pókana þá finnum við renningina. Já, vonandi. Hvað? Sæl, Arnaldur hérna? Já, blessaður. Hvað, hvernig er veðrið þarna úti? Veðrið, það er bara þokkalegt, þakka þér fyrir, en hvernig gengur rannsóknina? Bara mjög vel, já. Hvað, hafið þið náð að versla eitthvað? Óli, hvernig gengur rannsóknina? Herðu, þetta er bara allt að koma, sko. Ja, flott. Ég ætla að koma heim með flugi helgina. Hvað helgi? Þú ert ekki komið fyrir eftir viku? Nei, þetta er stórt mál. Og það gengur ekkert og þess vegna ætla ég að koma heim. Já. En þú veist, ég er alveg með þetta. Sendu mér allar uppfærðar upplýsingar málið. Já, en þetta er allt under kontról, sko. Óli, mér er alveg sama. Sendu mér það sem ég vantar og allt annað sem þið eru með, ok? Já, roger that, sir. Það var aldeilis frábært. Sjá svipinn á krökkunum. En aldrei hefur dottið í hug að þetta væri svona erfitt. Það rann svolítið saman svitinn. Er sleimað þig? Já. Það er alltaf ræður. Smá kvef. Þú var svo góður að þú hefði gett orðið leikari. Ég lék nú í nokkrum áhugaleiksýningum þegar ég var yngri. Svo seinna þá vann ég sem dansari í Köpen. Dansari? Já. Pétur og Hófi, hvar eru þau? Ha, í hvað herbergi eru þau? Er einhverju það? Allt þú kjafti. Kjafti sjálfur. Hvað er þetta? Þið villimaðurinn og blöðunum sem er að koma hérna niður ganginn. Góðan daginn. Það voru peningar í það. Eða þú? Ég veit ekki. Ég veit ekki. Hefur þú séð peningar í það? Nei! Ekki láta fá peningana! Hérna. Var þetta flókið eða? Takk að þið fyrir. Er allt hérna? Það er nú vel með ykkur.
Skal taka þessa tösku hérna líka, eða ekki? Slepptu. Viljið þið ekki bara fara að prjóna? Ha? Eða leggja ykkur? Allt í lagi, Pétur minn. Já, smá brjósviði bara. Hvernig stendur á því að Borgþór að ónáða gamalmennu miðjandag? Guð minn góður, ég? Já. Veistu, ég hef bara ekki hugmynd það. Er það vitað að það hafi verið þessi þarna Borgþór? Borgþór? Já, það þekki allir hennar gaur. En hvað hann að vilja hingað? Bara ekki hugmynd. Þú? Hvað, þú hérna? Hvaða vesen á þér núna? Hvað kom eiginlega fyrir hér? Eigum við ekki að tala saman eða sem við erum ekki að trufla? Nei, þetta er allt í lagi. Ég er bara aðeins að slaka á. Já, þið getið þá þessi bara sagt mér hvað gerðist hérna eiginlega. Hvað meinar? Af hverju er hættulegasti glæpamaður á Íslandi að abbast upp á ykkur? Já, það veit ég ekki. Hvað gerðist? Sko ég var nú bara svona þurrk af og Pétur var að reyna að leggja sig og það bara ríðist þessi ribbaldi á okkur. Og bara hótaði okkur. Hóta ykkur? Hverju var hann að hóta? Bara hótaði með okkur. Ef við létum hann ekki hafa bara... Pillurnar okkar? Pillurnar? Já. Já, nákvæmlega, pillurnar okkar. Ok, og... Ég bara lét hann hafa pillubósið. Og fór hann svo bara að það? Já, það fór bara. Já, hann tók veskið mitt líka. Við erum búin að eiga í mörg ár. Þú kannast nú kannski við að ég slóði með því. Já, sko, þið þurfum náttúrulega bæði til að koma niður á stöð og gefa greinagóða skýrslu og leggja fram kæru. Kæru? Já. Við höfum engan áhuga að kæra. Nei, þetta var eldgamalt veskið, hann má bara eiga það. Hörðu, þið gerið komandi grein fyrir því að þetta er stór hættulegur náungi. Hann svífst einskis. Já, hefur hann nú ekki róast svona í seinni tíð? Eitthvað hefur maður heyrt það. Hérna? Sko, við höfum engan áhuga að kæra. Vonandi tekur hann bara þessar pillur og hann ætti þá að róast aðeins. Hörðu, gott og vel. Já. Allt í lagi þá. Ég vona að þú pressistunur. Já. Það er allt í lagi, Pétur. Já, þetta er smá bara brjósviði. Ætla að djamma öll jólin, það jólafrí, Svenki gammel bjór í skóinn. Amma komst að djamma og siggaði bjórinn, því það jólafrí. Það komið jólafrí. Blessaði, pabbi. Sko, ég ætla bara að láta þið vita að ég get ekki verið að bjarga á því raskatinu endalaust. Ég var búinn að banna þér að koma hingað. Svo kemur hérna til að hrella gamla fólki, til þess að stela því dóp. Dóp? Ertu orðinn eitthvað ruglað? Gamla fólki sagði mér hvað þú gerðir. Þú kemur hingað æðandi gangana, öskrandi og æpandi. Já, dópi, hérna, já, einmitt, hérna, já, sorry með það. Borgþór, sko, dóttir þín verður tekin af þér
ef þú ert komin í svona dóprögl. Já, Þú þarft að taka þér saman í andlitinu. Já, sorry með það, pabbi minn. Pabbi. Sæll Pétur. Já. Bergur heiti ég, læknir hérna á staðnum. Finnur einhvers staðar til? Nei, ekki þannig, sko. Ég hef smá svona seyðingur í brjóstinu sem er brjóssuð á. Svo er ég svona svolítið orkulaus. Hefur verið undir miklu álagi, mikil streita undanfarið? Nei, ekki þannig, sko. Sæl, hófið mín. Já, ég vil bara segja að mér þykir þetta leitt meðan Pétur. Sko, við ætlum að hafa samband við ættingjans en við finnum engar. Veist þú eitthvað um það? Ég skal bara sjá um það. Ok, já, flott. Get ég kannski fengið að sjá hann? Já, það lítur að vera. Já. Ok, já, flott, mjög gott. Arnaldur? Já, ég er komin heim. Einmitt. Ok. Sæl Rakel mín. Nú þarf ég að biðja að gera mig greiða. Þetta bara í síminn hjá ganginum. Það fólk að reyna að hvíla sig þetta. Skotin. Elsku kallinn. Dáttu nú ekki fara svona. En þetta fer allt vel, ég lofa því. Þú ætlar að verða 100 ára, manstu? Við höfum verk að vinna. Ótrúlegur þessi gaur. Borgþór. Sjálf hver hann á við að drepa hann. Skil ekki svona lið. Ég meina þarf heimurinn að vita í hvert skipti sem hann sest á tóknina. Hann tók veskið mitt líka. Þú kannast nú kannski við að ég slóði með því. Hei, þetta er taskan. Hvaða taska? Þetta er helvítis taskan sem hann stal á gömlukúnni. Býttu, er þetta ekki pókin sem við erum að leita? Jú! Þetta er pókin. Yes! Ég got him! Hvað segir þið? Hvað er að gerast? We got him! Og bara velkomin heim. Já, takk. Heyrðu, já. Drífa sig!
Hvað er í gangi hérna? Komdu með peningana. Peningana? Hvað ertu að tala um? Hvaða peninga? Ert þetta þú? Hvað ert þú að gera þetta? Komdu með peningana eða ég skýt. Jæja, ég sækja það bara núna. Sett það bara hérna núna. Dóttur. Ég svo vel. Hvað ætlarðu að gera núna? Skilaði peningunum. Hvað meinarðu neip? Hvað með peninguna? Valla ætlar að fara að skjóta gamla kettlingu. Hei, bíði! Hei, ég skýt ykkur! Fátó! Byssa, passið ykkur, hann er vopnaður! Fátó, legðu frá þér byssuna, þú ert umkring það! Ég geti gleymt þessu, þið náðu mér aldrei! Ég er vopnaður! Skoti! Kótredd! Það var óvart! Skjótið hann ef það gerst! Skjóta? Við erum ekki einu sinni með byssur. Sorry! Það er slys! Þú ert svo mikill nagli, amma. Drífum okkur. Herra, pabbi, ég er í algjörum vandræðum núna, sko. Af hverju ertu að hringja í mig? Þú verður að hjálpa mér. Lögreglan er búin að umkringja húsið hérna. Guð góður. Sko, ég held að þú ætti bara að vinna eitthvað úr þessu sjálfur. Þú lærir kannski eitthvað af því. Pabbi! Ok, ég er að koma út! Ég gefst upp! Sorry! Hérna, Já, bara. Afsakið! Bara, sorry, ég á ekki þessa byssu, þá gömul kona sem á þessa byssu. Krakkar, ég ætla ekki að fara að skjóta hérna. Á, öxlin. Ég sverða það, ég átti ekki þessa byssu. Það var gömul kona sem átti hana. Hey, þú voru að hlusta á mig, heyrðu. Ég meina, hvernig er þjóðfélag að verða þegar eldgamla konur eru með afsagaðar haglabyssur? Hvað er til að mikið? Ég veit það ekki. Eitthvað slatti. Og hvað? Rændir þú bara banka til þess að kaupa þér íbúð? Ég rændi engan. Ég fór bara og náði peningana sem banki var búinn að stela af okkur. Og hvað núna? Ætlarðu bara að fara og kaupa þessa íbúð? Já, eða... Nú ef Pétur lifir þetta þá kannski bara þoli hann eitthvað lengur. Akkur voru við þá að ræna þessu borgþóri? Nei, sko, þetta eru okkar peningar. Það eru við sem ákveðum hvað á að gera við þá. Nú bara finnum við eitthvað góðgerðarfélag. Jólasveinabúningar. Strigabókin. Heyrðu, þú er fullt af peningum hérna. Já, var það ekki? Jú, alveg margar milljónir. Jæja, strákar, þetta er ekki flókið. Þetta komið bara, held ég. Já, ég held það. Og svo vona ég bara að sumabúðirnar njóti góðs af þessari litlu gjöf með vinsemd og virðingu. Svo bara settum við til póst. Já.
handtók Borgþór Unnsteinsson á heimili hans klukkan 7 í kvöld. Hann grunaður að hafa rænt Íslandsbanka við Strandgötu í Hafnarfirði 17. desember. Borgþór veitti talsverða mótspyrnu og skaut úr afsagaðri haglabyssu á lögreglu hann ætlaði að handtaka hann. Þá sömu byssu notaði Borgþór í bankaráninu að sögn Ólafs Valssonar yfir rannsóknarlögreglumanns sem stýrir rannsókn. Ertu alveg viss að vilja gera þetta? Alveg viss. Ég meina, drengurinn saklaus og ljótt að láta hann sitja inni fyrir eitthvað sem hann gerði ekki. Ég gef mig fram, það rétt. Peningurinn í góðum höndum. Lofaðu mér að lifa lífinu í Mílanó. Ég lofa því, amma. Takk fyrir allt. Formaður harmoníkufélagsins puttabrotinn og því treystir hann sér ekki til að spila. Hann hafði samband við Hageningafélagið og þeir eru til í að hlaupa í skatt. Þannig að þetta vandamál lengt. En miðaverðið mun hækka lítillega út af þessu, eðlilega, einhverja þúsundkall. Ég minni á að það skyldumæling. Ég ætlaði bara að fá að byrja á því að óska okkur öllum hjartanlega til hamingju með þennan frábæra árangur. Virkilega vel gert. Loksins tókst okkur að koma honum Borgþóri á bakvið lás og slá. Að vísu fyrir skattsvik. Það skiptir ekki öllu máli. Og aðalatrið á okkur tókst að upplýsa bankaránið. Vel gert. Gefum okkur gott klapp. Gott klapp. Og svo var okkur að berast póstur. FBI. Þar sem verið að bjóða mér að koma að halda ræðu í skólanum hjá FBI. Og segja frá því hvernig okkur tókst að leysa þetta snúna mál. Þannig að ég segi bara fjórfalt húrra fyrir okkur öllum. Hipp hipp húrra! Hipp hipp húrra! Hipp hipp húrra! Vel gert. Hæ, elsku amma mín. Nú er ég loksins komin til Mílanó. Fer eftir nokkra daga að skoða skólan og ég mjög spennt. Þangað til ætla ég að njóta mín í borginni og skoða hverfin til að ákveða hvað ég myndi vilja búa á meðan ég í náminu í vetur. Ég sendi þér nokkra ljósmyndir en hér mjög margt áhugavert að skoða. Ég elska kaffihúsin og menninguna hérna. Elsku amma, ég hef mikið hugsað til þín. Ég vona að hafa það gott og allt sé í góðu lagi. Kveðjur frá Ítalíu. Þín Rakel. Jæja, Hófí mín. Þá það kvöldmaturinn. Það kjötsúpa og nýbakað brauð. Hvað má svo bjóða þér að drekka? Bara vatn, takk. Þið megið nú eiga það þeir afskaplega elskulegi hérna í fangelsinu. Við gerum okkar besta. Það kom gestur sem vill hitta þig. Ég vísaði hann bara inn. Var það ekki allt í lagi? Allt í fína. Verði þér góður. Pétur. Elsku vinur, hvað gaman að sjá þig. Þetta nú bara ekki sanngjarnt, sko. Hvað? Sko, Guðrún flutt í rúmið þitt og ég þarf að þola hana meðan þú hefur það bara fínt hérna í þessu fangelsi.
Ég átti nú líka minn þátt í þessu ráni, sko. Já. Hvað getum við gert til að koma mér hingað? Já, við hljótum að geta látið okkur þetta eitthvað í hug. Eftir stuttastund Út í geim, sænsk fjölskyldumynd frá 2016,